skilningur á verðmætasköpun landsbyggðinni versus síðan á höfuðborgarsvæðinu. Og maður velti fyrir sér eftir sem okkur fjölgar og við einhvern veginn fjarlægjumst það að búa til mjólkina, slátra kúnni eða hvað sem það að þá einhvern veginn, höldum að peningarnir koma úr hraðbankanum kannski frekar. Það ekkert mikið svigrúm til þess að fara einhverja skattahækkanir nema að það bara komi bintnir á verðmætasköpunum. Núna eru þessi 3% hægt að stýra kannski orkumálunum á Íslandi. Auðlind aldrei verðmæt nema í samhengi einhverjar tækni og einhvers hugvits í raun og veru. Olía einskis virði, það eru engin bílar og enga verksmiðjur og ekkert sem að nota hann. Ísak Rúnarsson, hvað segirðu gott? Bara gott. Nei ekki? Jú, takk fyrir að fá mig. Já, þú kemur hérna með eina mínum uppáhaldsbókum, Why Nations Fail. Já, ég vopnaður þessum dóðrandi. Já, og það ekki ástæðulausu. Við ætluðum að ræða þessi mál. Þú núna á Samtökum atvinnulífsins og við byrjum aðeins á því hver þú ert. Þú hefur komið einu sinni áður. Já, þá komum við að ræða ýmis mál. En já, nú ég komin til Samtaka atvinnulífsins, þar á málefnasviðinu og og reynir svona að tala máli verðmætasköpunar og að setja það ofarlega á dagskrá og í forgangsröðina. Að við sköpum verðmæti til þess að geta lifað því góða lífi sem við viljum lifa hérna í Íslandi. Já, nú tengir fólk ekki almennt, að mínum mati, Samtök atvinnulífsins við það að þið séu að vinna fyrir almannahag. Hvað það við samtökin ykkar sem gerir það að verkum að ímynd ykkar sé svona brotin gagnvart almenningi og að almenningur hugsi almennt það sem ykkur sem vond samtök þar sem að hagur stórfyrirtækjanna og fjármagnseigendana varinn og við öreigarnir í launþegamálunum. Launþegarnir, öreigarnir bara, ég ætla svo að tala nú bara hreint út. Við erum búin að vera að standa hérna mótmælum fyrir utan Finnsson. Kom bara frábærlega vel út við hjá stéttafélagsbaráttunni. Af hverju ímynd ykkar svona slæm gagnvart þessum svona hugðarefnum? Fyrsta lagi þetta var hlaðin spurning, alls konar hugtakanotkun og ýmislegt þarna. En fyrsta lagi þessi mótmæli, þá var náttúrulega ekki beint verið að mótmæla. Það var náttúrulega að vera að mótmæla þessum kjarasamningi sem að sveit gerir við virðingu og Efling þarna að svona gera athugasemdir við það og það eru svo sem ekki félagar hjá okkur. En varðandi verðmætasköpunina og kannski tengsl almennings við verðmætasköpunina og það sem við hjá SA erum að gera að ég held að svarið sé að mörgu leyti fjölþætt og sumpart ef þú horfir á til dæmis bara nýja yfirlýsingu sem að Samtök atvinnulífsins og síðan breiðfylkingin voru gefið núna nýlega að þar er alveg skilningur og það kvittar þar undir náttúrulega Efling og Starfsgreinasambandið og Samiðin ásamt Samtökum atvinnulífsins. Það eru auðvitað skilningur á því að það þurfi að vera verðmætasköpun og það þurfi að hlúa að starfsumhverfi og rekstrarumhverfi atvinnulífsins og einstaka atvinnugreina líka. Þannig að það ákveðin skilningur þarna. Og ef þú horfir á kjarasamningana þá eru þeir náttúrulega gerðir það miðað við þetta 3-4% sem við getum hækkað laun þannig að verðmætasköpun geti staðið undir því. Þannig að það ákveðin skilningur sem ég finnst vera að komast þannig í gegn. Aftur á móti af orðræðinu að dæma og umræðinu að þá finnst manni stundum svona þessi skilningur á verðmætasköpun eiga svolítið undir högg að sækja og það eru örugglega margar ástæður fyrir því. Ein sem að mér finnst svona ein ástæða fyrir því kannski við höfum náttúrulega stækkað dálítið sem samfélag og mér finnst til dæmis munur á því hvernig afstaða og skilningur á verðmætasköpun á landsbyggðinni versus síðan á höfuðborgarsvæðinu. Og maður velti fyrir sér eftir sem okkur fjölgar og við einhvern veginn fjarlægjumst það að búa til mjólkina, slátra kúnni eða slátra kálfinum eða hvað sem það að þá einhvern veginn
höldum að peningarnir koma úr hraðbankanum kannski frekar og Rafmagni úr innstungunum. já, rafmagn úr innstungunum og að mjólkin verði til í krónunni skilur og svona kannski höfum ekki innsýn inn í hvernig verðmætin verða til og alla starfsemina og svo við tökum bara dæmi sko þegar að vera að flytja fisk úr landi til dæmis að það er ótrúlega mögnað sko hvernig þetta er allt útpælt sko og þú veist hvað sem er að fara með skipi með flugi þú veist hvernig það er búið að forhlaða bílana þannig að það er bara ferski fiskurinn sem á eftir að koma inn í flutningabílinn sem er síðan keyrt rakleiðis út á höfn hlaðið í skipið þú veist og farað að stað bara samdægus sko sama með flugi náttúrulega þannig að það er búið að leggja alveg gríðarlega hugsun og pælingu í þetta sem ég er ekki viss með að allir hafi heyrt sko hvernig þetta funkar allt sko eða pælt mikið í því þannig að ég held kannski auðvitað megum við alltaf vera duglegri í að draga þetta fram á sjónarsviðið og fá fólk til þess að hugsa svona en svo er þetta líka þegar það er verið að setja regluverki þegar það er verið að búa til umhverfið þá er þetta svona þetta er alltaf í svona smá fyllin er alltaf borðaður í einum bit í einum sko og þú sérð kannski ekki það er þessi reglubreiting sem að gera þetta aðeins erfiðara sko. Svo leggur þau saman 100 þannig og þá er þetta allt orðið miklu erfiðara þannig að fólk kannski sér ekki heildarmyndina þegar við erum að ræða einstök mál eða einstakar hluti sko. Ég nefnilega einhvern veginn fórum eitt og kynnti þessu svolítið út að þú komst með punktinn landsbyggðina ég einmitt fór að upplega þetta svolítið þegar maður fór að svona eyða meiri tíma á landsbyggðinni að þá einhvern veginn tók ég eftir sama þú ert að segja sko þessu hugarfari að fólk er með kannski svona áþreifanlegri tengsl við verðmætin þér finnst ekki sjálfsagt að kjúklingurinn sé bara plastaður og þú ert ekki bara pirraði yfir því að hann sé 100 krónum dýrari, þú ert kannski bara svona ákveðið þakklæti líka gagnvart því að hann sé þannig til staðar og ég meitt sko og þegar áður en við hittumst þá nefndi ég meitt við að ég vildi ræða þessa bók hérna Why Nations Fail út af því að eins og svona diggir hlustundum mínu vita þá er þetta eina af mínum uppáhaldsbókum og ástæðan er einfaldlega svo er að sko kerfislegir þættir og hvernig við högum markaðskerfinu hefur ekki bara sko áhrif á þær afurðir sem að verða til heldur hefur þetta áhrif á menningu okkar þetta hefur áhrif á félagslegt traust og þetta hefur áhrif á alla undirliggjandi þætti af því hvernig einmitt eins og þú segir þessi velmeðun verður til Milton Friedman var oft með vakti svolítið athygli á því svona tók blýant og fór að ræða það hvað þyrfti að gerast til þess að þessi blýantur verði til staðar og núna er það sko eitthvað sem að ég horfi mjög oft til ég var að horfa á tölvutöskuna minn áðan sem er fullt af rennilásum og einhverju dóti og ég fór að hugsa mér bara hvernig urðu þessi málmar til og mér myndi ekki endast ævin ef ég ætti að búa til eina svona tösku alveg frá grunni en samt er ég alltaf bara að pirra mig við því hvað hún sé dýr og svona og það er svona setjum hana þess á afturlappunar en út af því við verum að tala þessa kerfislegu þætti sko fyrir þér þegar þú einmitt reifar þessa bók og það ég veit þú ert líka aðdáandi þessar bókar hvað er það svona hvaða undirliggjandi þættir þurfa að vera til staðar að þínum mati? Já, sko, þetta er náttúrulega geggjubók, svo það sé sagt og þeir félagar Acemoglu og Robinson sem skrifa hana náttúrulega fenguðu Nóbelsverðlaunin í hagfræði núna í síðasta haust þannig að þetta er svona þeirra ævistarf að pæla náttúrulega í þessu og það er náttúrulega þetta samspil sko pólitískra og efnaðslegra svona stofnan og kerfa samfélagsins og þetta virkar saman og það sem að þar náttúrulega er að þú þarft að vera með eitthvað konar réttaríki sem að virkar ekki með spillingu stjórnvöld er ekki misbeita í raun og veru ríkisvaldinu til þess að ná fram einhverjum elitur að ná fram einhverjum sínum hag sko gagnvart borgurunum að vera með svona borgarlegt samfélag það skiptir náttúrulega lykilmáli og félagafrelsi og atvinnufrelsi og svona þessi þegar við tölum þessi grunnréttindi sem að áður fyrir kannski gengu undir nafninu mannréttindi nú búið að víkka það hugtak svolítið út
Við notum ekki orðið réttindi lengur. Það bara, réttur bara eitthvað orðið sem bara mannréttindi sjálfkrafa, sko. Já, einmitt, og svo náttúrulega sko, getur mann gert greinamun á mannréttindum og borgaralegum réttindum ef er það er hægt að gera alls konar greinamun hérna. En svo þetta náttúrulega bara það að allir geti tekið þátt í hagkerfinu, að ríkið sé ekki að leggja sko óþarfa stein í götu fólks við að til dæmis að stofna fyrirtæki eða bara koma sínum hugðarefnum á koppinn. Ég man rétt að þá las ég nú líka í Friedman eitthvað tímann sko að hættulegasta efnahagsskipulagið væri ríkisvarin einokun sko, af því að þá ertu með sko enga hvata til þess að þú getur í raun og veru ekkert sko, það getur enginn komið og verið með einhverja nýsköpun sko, því að þar bara einhver fyrir á fleti sem að hefur enga hvata til þess að gera neitt annað heldur en bara hámarka svona einokuna rentuna sko. Þannig að það er það sem að þetta í grunninn snýst og svo spilar þetta allt saman og leiður komið með kerfið þar sem að er eitthvað skona réttaríki, þar sem að er eitthvað félagafrelsi, þá náttúrulega styrkist hagkerfið, þá styrkist í raun og veru sem styrkist síðan aftur pólitíska kerfið sko, því að þá dreifir út valdinu, þetta er nefnilega jafnvægislist, þú veist samt líka að halda ákveðinni sterkri miðstýringu, þannig að sé hægt að gera eitthvað sko. Og þetta þeir sko, mér finnst alltaf ótrúlegasta dæmið þarna sko, að því menn hafa haft ýmsar kenningar það hvað skapar sko grundvöll fyrir verðmætasköpun bara í gegnum tíðina, það landslag, það menning, það bara einstakas sko leiðtogar og stjórnendur og svo fara með sko, en sérstaklega til þess að sko andmæla þessari kenningu landslæða, þá að taka ótrúlega mörg skemmtileg dæmi í þessari bók sko, eins og af bænum Nogales í byrjun bókarinnar, að þá eru þeir að taka dæmið sko, að því að hann liggur sérst á mörkum Mexíkó og Bandaríkjanna og bæjar hlutin sem að er í Bandaríkjunum, mér minnir að sé Arizona frekar en New Mexico, ég man það ekki, minnir að sé New Mexico frekar, það er annarkvartalana, já, að þar er sko 3 sinnum betri lífskjör heldur en í sama bæ í Mexíkóhlutunum sko, og landamærin liggja eins og þið lýsaði þvert í gegnum bæinn. Þannig að það er augljóslega eitthvað við sko kerfið sjálft, ekki landslægið eða sko bæjarbúas eða eitthvað slíkt. Það er augljóslega eitthvað við það hvernig stofnanirnar og kerfin í samfélaginu virka. Svo veist annars vegar með sko svona tiltölulega svona frjálst markaðshagkerfi þar sem að leiðtogar þurfa að standa skilgjörða sinna í kosningum og fólk getur komið inn og stofna sín fyrirtæki, stofna sín félagasamtök sín lýðræðslu hugðarefni svo framvegis. Í Bandaríkjunum, að þá Bandaríkin séu náttúrulega ekkert fullkomið samfélag frekar en önnur samfélag. Í Mexíkó ertu síðan með kannski spilling og allt öðru stigi, það er erfiðar að stofna fyrirtæki og minna félagslegt traust líka miklu minna félagslegt traust og félagslegt traust náttúrulega byggist upp yfir tíma og það síðan styrkir stofnanirnar sem að síðan styrkja sterkara félagslegt, þannig að þetta verða annarkvort sko, og þeir tala mikið það að þú getur annarkvort lent í sko einhvers konar vítahring þar sem að erfiðar aðstæður skapa verra umhverfi sem skapa erfiðari aðstæður sem skapa verra umhverfi eða einhvers konar öndvegising þar sem að þú ert að ná smán saman að styrkja svona þetta stofnana umhverfi og þessi réttindi og dreifstýrðu kerfi þar sem að fólk getur fundið hugðarefnum sínum einhvern framgang sko, annarkvort pólitískt eða efnahagslega og og það er náttúrulega bara mjög ótrúlega mörg áhugaverð dæmi í þessari bók sko. Já, það er nefnilega sko, þetta var rétt hjá það er Arizona, ekki New Mexico, það var rétt, ég fletti þessu upp en já, ég er nefnilega búinn að vera að pæla ótrúlega mikið í velferðarkerfi, lífeyrissjóðsréttindakerfum og félagslegu trausti og
Það sem náttúrulega svolítið vandinn við Bandaríkin að það minni eftirspurn eftir svona samtryggingakerfi út af því að félagslegt traust ekkert svo mikið. Maður getur tekið alls konar hugleiðingar það, hvort það sé út af því að demografíur eru mjög margar og mismunandi eða hvort það sé ákveðið bara svona frelsis svona ímynd það að þú að sjá sjálfan þig og hversu mikið það inngróið inn í mannskapinn. Örugglega báðar þessar breytur skipta einhverju máli þarna. En svo það sko eins og með Ísland að manni finnst svona aðeins verið að svona, ekki að segja graf undan þessu, en þetta svona aðeins að breytast landslagið gagnvart þessu. Maður heyrir þetta aðeins á ungu fólki sko það að svona samtryggingakerfi sé kannski svona aðeins minna mikilvægt. Og ég veit ekki alveg hvað mér finnst það sko, út af því að einhverju leyti þá það líka það hvernig svona pólitík hefur verið rekin hingað til. Það kemur núna í fréttum það að núna í mokkanum morgunum það að veikindi opinberra starfsmanna væri töluvert meira heldur en hjá öðrum starfsmönnum. Ég hef verið að reyna að vekja athygli á þessu. Ég reyndar held að þessar tölur taki ekki inn í myndina langtímaveikindi, allavega eftir þær tölur sem ég hef skoðað. Það gæti verið að gera það, ég bara ekki alveg 100%, ég hef eftir að skoða það betur. En ég aftur á móti hef verið að reyna að vekja til athygli á því að langtíma veikindi opinberra starfsmanna mikið áhyggjuefni og þetta svona þessar hugmyndu okkar kulnun sem gæði sem við höfum aldrei geta leyft okkur fyrir aðeins örfáum áratugum orðið, í svona sjálfstæð kjara viðbót sem að mjög margir opinberir starfsmenn að leyfa sér og við erum að tala í sumum geirum bara 20%. Og ég alltaf að hugsa með mér sko, hvað gerir þetta við kerfið í heild eins og með bara lífeyrisréttindi. Það nokkuð fyrir séð að við munum ekki standa skil á þeim lífeyrisréttindum þegar við erum orðnir nægilega gamlir. Við erum báðir 33 ára. Það eiginlega fyrir séð að ef við náum aldrei að lífeyrissjóðskerfið verði ekki í stakk búið til þess að greiða okkur það sem við erum að leggja inn ef að ekkert breytist. Miðað við þessar forsendur og þá einhvern veginn á ég erfitt með að ímynda mér nema að svona, þetta svona félagslega traust og þessar hugmyndir okkar almannatryggingakerfið muni, eins og segja, þetta ekki að grafa undan en þetta allavega svona hnýta í það sko. Já, sko, aðeins með eins og veikindin sem að nefnir hérna, sem að auðvitað mjög áhugavert og ekki, sko, ég ekki viss að fólk sé endilega eitthvað með þetta að reyna að svindla eða eitthvað svoleiðis. Ég held að það sé ekkit endilega málið hér, sko. En sko umhverfið starfsumhverfið sem virðist vera á vinnustöðum og hvernig menn skipuleggja vinnuna, að það virðist hafa tölvöru áhrif á veikinda hlutföll og svo framvegis. Og ef ég man rétt að þá náttúrulega fór Kópavogur til dæmis þarna í endurskoðun á leikskólamálum hjá sér og þar snarlækkuðu sko veikinda hlutföll eftir þessa endurskipulagningu. Þannig að það hægt að hafa áhrif á þetta og þetta eitthvað sem ég held að við þurfum að skoða mjög vandlega það hvernig sköpum við umhverfið þar sem að fólk síður veikt eða hvort sem það þá andlega eða líkamlega, hvernig sem það sko. Já, eða bara hafa hagsmuni af því að mæti vinnuna. Ég hef nú, út af því ég í kjaranefnd Samhengis og ég hef verið að reyna svona vekja þess athygli á því að það engin hvati fyrir opinbera starfsmenn að mæti vinnuna. Ekki neitt. Og þú sagðir að engir að svindla, það alveg slatta af þess að svindla og ég veit það, ég hef verið að vinna með fólki sem fór í fílu út af því að það var ekki stakk búið til að sinna sinni vinnu og var svona búið að tapa öllu trausti sem yfirmenn. Tvær sem fóru bara í fílu og fóru í langtíma veikindi í einhverja mánuði. Þannig að víst einhverjir að svindla þessu. Og ég held að, og ég bara pínu áhyggjur af því að það séu fleiri heldur en, sko, ég hef allavega haldið því fram að það séu fleiri í kulnun heldur en þeir sem að þurfa nauðsynlega að halda. Ég held að meiri hlutin af þessu sé eitthvað sem við hefum ekki að vera að marka sem kulnun. Ég veit alveg að þú getur ekki elt með á þennan vagn, en sko, málið það að þetta hefur stórkostlega slæm áhrif og sérstaklega þegar þú ert sko komin í þá stöðu að ekki nóg með það að þetta sé einhvers konar
afurð sem hægt að leita til þegar að þú lendir í veikindum, heldur líka það að þeir sem eftir eru þá líklegri til þess að verða fyrir meira álagi og þeir hafa enga hvata af því að standast þetta álag. Ég skil ekki hvernig við getum eins og vera tala það að þetta sé ekki einhvers konar áhyggjefni út af því að miðað við þessar forsendur þá bæði, ef þú fær meira ágjöf í vinnunni og ert með engan hvata til að standa af þér eða til að sinna vinnunni betur, að þá náttúrulega ertu óumflýjanlega að fara að leita eða allavega að huglega þetta úrræði. Þannig að eins og ég er búin að vera að segja mjög oft við samstarfsmenn mína, bara það engin hvati til að mæti vinnuna annar en sá að þú sért með einhver svona siðferðiskennd, sko. Já, það náttúrulega, sko, láta það liggja milli hluta, sko, þetta vont ef þessi dæmi sem að þú ert að nefna eru sönn og Þau eru sönn. og ég hef náttúrulega bara enga forsendur til þess að meta það, sko, en en það er auðvitað vont eins og þú segir ef að þetta verður svona einhver vítarhingur þar sem að einn dettur út og meira álag á aðra og þá eru þeir líklegir til að detta út sem verður þá meira álag á þá og ég meina það auðvitað gengur ekki og ef það er eitthvað svona svindli í kerfinu þá finnst mér augljóst að það fyrir að taka bara nokkuð fast á því. Ég meina þetta grefur undan þessum réttindi fyrir alla, sko. Kerfið náttúrulega bara virkar ekki ef að það er eitthvað viðtækt svindl í gangi, sko. Nei. En eins og ég segi, ég hef náttúrulega enga forsendur til þess að meta það hvort að það sé í gangi og eins og ég sagði áðan, ég kannski efast að það sé eitthvað viðtækt og það sé rugla eins og alltaf svartir sauðir, sko. Ég held bara að, sko, ég myndi ekki svona kalla svartar sauði, ég held bara að það sé þannig að sérstaklega með umræður, ég var nú Brynjar Níelsson, sko, hann var einmitt að tala það, bara eitthvað fólk að byrst einhvað myndbönd af sér, eitthvað kallinn hélt fram hjá mér og ég alveg í mólum og ég ekki búin að vinna síðan og allt ræðilegt og hann segi bara við erum ekkert í stakk búin til þess að takast á við áföll. Hvernig ætlum við eiginlega að fara að takast á við lífið ef við erum að búa þannig hnútana hvert skipti sem þú lendir í einhverja lendir í smá ágjöf í lífinu og það bara ferður bara hnibrarið niður og gerir ekki neitt. En við ætlum svo sem ekki að einbeita okkur að þessu per se. Ég ætlaði bara aðeins að fá að ranta þetta því eins og ég reyndar bara borða aðeins líka upp bara af hverju biðjum við ekki bara 20% launahækkun og við sleppum kulnun. Ég held að ég alveg tala að það væri meiri hagsbót fyrir bæði starfsmenn og hið opinbera að við myndum bara, nei, það er ekki hægt að fara í kulnun sjálfsög og svo ég setja það líka ofan á. Ef fólk fær krabbamenn eitthvað þannig, sjálfsög tekur á langtíma veikindi. Að sjálfsög fær það greitt sérstaklega að vinna vinnuna yfir einhver tíma. En þetta fyrirbæri er að grafa undan því að fólk hafi tök á því að fara í langtíma veikindi. En við hugsaum ekki til það, nei, því ég finnst bara pínu erfitt að vakna á morgnana og þá bara, já, nei, það er náttúrulega, ég var nú bara með 6 tíma í símanum í gær en ég held að þetta sé bara út af því ég er alltaf að mæti vinnuna. Alveg er þetta dæmurist. En heyrðu, verðmætasköpun, ég ætti ekki að hætta þér út í þetta. Þetta er náttúrulega snýra að verðmætasköpun, sko, en já, svo sem á þess að maður þarf náttúrulega að hafa allar forsendur fyrir fram að sér til að geta úttala sig þetta. En það er auðvitað mjög vont ef að veikindahlutull er að hækka mikið og það virðist vera kerfin sem við búum til og þau hafi áhrif á það hvert veikindahlutull er og þá ætti náttúrulega að vera markmið að búa svona hnúta að kerfin drægi þá úr veikindum mikið á hættir. Já, þetta er einmitt sko það sem að þeir nefna í þessari bók að það er svona extractive and inclusive institutions, það er að segja að þetta er ekki stofnanir, þetta eru ákveðin svona, já, reglur og viðmið og gildi, svona eitthvað sem man er svona reglífar hugtak yfir institutions sem að þurfa að vera fyrir hendi til þess að velmegun sé til staðar, en líka það þessar extractive institutions sem að ég veit ekki alveg hvernig ég myndi því, ég hef nú einhvern tímann fundið, það er að segja svona kalla þetta arðránstofnanir eða... Já, arðránstofnanir, þetta er líka svona, já, svona aðskilja, já, svona reglur sem aðskilja ákveðna hópa. Já, aðskilja ákveðna hópa og réttindi þeirra. Og þeir fjallum þetta að þetta valdi því að sem sagt ríki falli niður og eins og þú varst að nefna þeir fengu Nóbelsverðlaunin meðal annars örugglega fyrir þessa bók
það svo mikilvægt líka að muna að svona það í svona ýmsum svona gremju akademíufræðum þar sem að fólk að tala um það að allt sé ómögulegt yfir undir þeim formerkjum hvaða kynþátti fólk tilheyrir eða kyni eða uppruna eða eitthvað þannig að þeir slá það svolítið út af borðinu og tala um það að ef að fólk hefur ákveðið frjálst val að þá reynist það ríkjum mjög dýrmætt og hins vegar náttúrulega dýrkeypt ef að þau eru ekki með þessar stofnanir fyrir hendi. Taka fyrir Afríku, taka fyrir fjölmörguríki í Vesturlöndum og einmitt eins og þú varst að tala um þar sem þeir eru að benda á mjög augljósan mun þeirra sem að lifa í Mexíkó og þeir sem að lifa í Bandaríkjunum. Og það sem ég veist svona áhugavert þessu ljósi sko að reyna að yfirfæra þetta yfir á Ísland. Þegar þú horfir á Ísland, eitthvað svona sem að þú lest í bókinni sem að þú telur að við séum að gera sem að ríkjum almennt til trafala? Það náttúrulega heilt yfir erum við auðvitað sko, við stöndum auðvitað mjög vel. Það verður náttúrulega að segjast að hérna, ég meina heilt yfir að þá erum við náttúrulega með nokkuð víðtækt atvinnufrelsi, við erum með nokkuð hérna, ég meina það geta allir farið og stofna fyrirtæki og svona ýmislegt en það í þessari umræðu sko, því að stundum sko, sumir vilja meina sko, já það með mjög mikið af auðlindum sko, þá hérna þá ertu með ríka þjóð, þú ert með lítið auðlindum og þá ertu með lítið ríka þjóð sko. Og þeir í raun og veru sko, með allt sem að þarna kemur fram að þá hefur sko magn auðlinda í landi mjög lítil áhrif á það sko, og lítið fórspárgildi og jafnvel neikvætt sko, í sumum tilvikum. Þannig að það sko, og þegar við tölum auðlindir hérna á Íslandi sko, að það í raun og veru þau kerfi sem að við höfum skapað utan auðlindanýtinguna sem að hérna hafa sko gert okkur kleift að nýta þær og fá sem mest út úr þeim og maður hefur auðvitað áhyggjur kannski af svona umræðinu stundum í kringum auðlindagreinar og ég meina menn getur náttúrulega líka bara spurt sig sko fyrstulega hvað auðlind sko og hérna og þegar menn að taka alls konar skatta og gjöld og þá hefur þetta náttúrulega ekkert almennilega verið skilgreint heldur sko. Og þegar menn að ræða eins og auðlindir auðlind aldrei verðmæt nema í samhengi einhverjar tækni sko, og einhvers hugvits í raun og veru sko. Olía einskis virði, það engi bílar og enga verksmiður og ekkert sem að notar hana sko. Olía var náttúrulega bara til dæmis ég meina, hún var bara sko, í iðrum jarður og hafði ekkert verðgildi mestan part sko, mannkynssögunar. En svo verður einhver tækni og einhver þróun og eitthvað hugvit sem að nýtt sko. Og auðlindir alltaf nýttar í samhengi við einhverja tækni. Ég meina fiskurinn hérna sko, í kringum Ísland, ég meina við vorum ekki að sækja hann sko, margar aldir hérna sko. Það voru alls konar aðra þjóðir sem að veiddu hérna sko, þjóðir af Frakkar, Bretar, Danir náttúrulega einhverju leyti. Það ekki fyrir frekar nýlega sem að við einhvern veginn komum okkur upp getunni til þess að nýta þær auðlindir. Sama auðvitað með orkuauðlindirnar okkar hérna, það nýttum kannski aðeins jarðhitann sko, lengi, ég meina einhvers konar laugum og til þvotta og svona en við nýttum ekki vass nema mjög litlu leyti einhvers konar vassfall sko. Og höfum til dæmis ekki nýtt hérna rokið hérna á Íslandi sem er núna verða nýjasta auðlindin. Þannig að það alltaf í samhengi við einhverja stöðu í tækni og hugviti sem að auðlindir verða til. Og núna til dæmis þessi umræða sko að hérna við ætlum bæði að virðist vera með umræðina ætlum við bæði að hækka sko veiðigjöld og við ætlum að hérna færa stærri hluta inn í þessar strandveiðar sko, sem að hérna þá að grafa undan þessu stofnanakerfi sem hefur leyft okkur að ná greiðlegum verðmætum út úr þessari auðlind sko. Og hérna
Ég hef dálitlar áhyggjur að þessari umræðu auðlindir á Íslandi vegna þess að ég þessu svolítið slengt fram sem svona þægilegt sko bara að setja alls konar gjöld og skatta og hvað án þess að mér finnist fólk hafa hugsað það alveg út í gegn sko hvers konar kerfi skapa sem mest verðmæti og þar að leiðandi eitthvað sem ég geti notað til þess að byggja upp þessa velferð og öll þessi réttindi sem við viljum hafa sko. Já, ég veit ekki alveg hvar ég lendi á þannig að strandveiði. Mér finnst það eitthvað að það er rómantískt að vera með strandveiðibáta sem að fá ákveðina hlutdeild sko. Sástu myndina í Mogganum í morgun? Það var svona stór útgerðar kalla á einhverjum risabát að öskra á mann með á stöng og segja: Ertu geðveikur? Þú ert að fara að veiða allan fiskinn, maður. Já, þetta er helvíti gott, sko. Ég er alveg svona ákveðin, mér finnst ákveðin rómantík í því að dreifstýra þessu, en ég veit alveg að Heiðrún Lind hefur eitthvað fjallað það að þetta sé allt ómögulegt og Daði Már, nýr fjármálaráðherra, kallaði þetta algjöra sóun. Efnahagslega sóun, já. Þannig að ég er bara ekki búin að kynna mér þetta nægilega vel, en ég veit allavega að menn fyrir vestan eru mjög ánægðir með þetta. Ég peppa Vestfirðið mjög mikið. Já. Og auðvitað eru einhverjir það er bara eitthvað helvítis höfuborgarlið sem að vill tuða yfir þessu sko. Já, sko, ef við viljum skapa ég meina, það er náttúrulega í fyrsta lagi sko margar af stærri svona útgerðum og kraftmeiri útgerðum landsins eru ekki á höfuðborgarsvæðinu heldur út á landi. Þannig að ég er ekki vissum að það sé bara við höfuðborgarbúarnir sem að erum aðeins svona ágjöfull yfir þessu en auðvitað nærðu ekki sömu framleiðni eða þú ert með einn pínlítinn bát og þú ert með stórt skip og mikið skipulag og menn alveg búin að pæla þetta út og það er þó bara eitthvað sem að við munum borga fyrir með lakari lífskjörum að ég meina það er kannski ekki að fara að vera spurningu hvort þú farið sko 100 áskall eða 30 skall útborgað skilur fyrir hvern einasta landsmann en eins og ég var að tala áðan sko þetta þegar við skerum alltaf sko smá sneið og allir ætla að skera smá sneið til þess að regluverkið sé meira og menn setja eitt aukabelti á eða smá skatt hér og smá skatt þar að þá smá saman fjarar undan þessu og Nei, er þetta ekki bara, þú veist, það er flott að þessir ríku arðaræningjar út á landi þurfi, að tengdar barnabannið fái venjulegan Range Rover í staðan fyrir Range Rover Sport til þess að einn öryrki geti farið á stöng og veitt nokkra fiska. Ég held að þetta sé bara jákvætt, ég held að þetta sé bara auðvaldstal og eins og segi, ég reyndar með annað hlaðvarp með Brynjari Níelssyni það sem heita auðvaldsleikjunar en set ég fótinn niður sko. Nú ertu búin að bregða þér í annað líki. Já, ég er kameljón hlaðvars heimsinn sko. Já, sko, þú veist þetta heyrir maður einhverja svona raddir en mér finnst þetta oft mjög ósanngjarn umræða sko, þú veist mörg af þessum fyrirtækjum eru algjörur burðarstólpar ekki bara sko í einhverjum svona mjög hörðum frítmannsku skilgreiningu þar sem er bara að hugsa hag hluthafanna heldur eru það að gera alveg ótrúlega hluti fyrir nærsamfélögin sín sko og mér finnst ekki með að gera lítið úr því þau eru náttúrulega líka búin að vera sko menn eru að setja alls konar með alls konar kröfur í umhverfismálum og svona sko og þar hefur náðist líka árangur en það er kannski ekki bara sko, það er ekki bara sjávarútvegurinn, heldur erum við að tala núna auðlindir í samhengi við sko orkuöflun, þar á að fara að setja á gjöld, samhliða því að það á að fara sko í einhverja massífu uppbyggingu, er það ekki svolítið 25% á kjörtímabilinu? Já, og leysa loftslagsmálin. Og samt eða þessi fyrirtæki borga sko hærri skatta líka sko. Þannig að þanga á fjármagn að fara svo að fara í uppbyggingu og ég bara spyr þú veist fer þetta saman sko? Er það hægt? Þurfum við ekki að segja veist, nú ætlum við að setja allan kraftin í uppbygginguna af því að það er stóra málið og vissulega ég hef
hef mikla trú á því að það muni skila árangri í þessum loslagsmálum og þessum orkuskiptum sem ég held að sé bara hagfelld okkur Íslendingum að mörgu leyti. Jóhann Páll sagði að þetta veri mesta vá Íslands held ég. Sammála því? Loslagsváin. Já. Þetta er þetta mesta vá Íslands? Ég veit það, ég er ekki búin að hugsa. Hver er mesta hættan? Hann sagði að það veri stærsta áskorun mannskepnunar. En þannig að ég man ekki hvort það verið stærsta áskorun Íslands. Ég þori ekki að fullera. En það er svo margar sko, ég meina. Kjarnorkuváin sko. Já. Ýmislegt. Rússarnir eru að koma. Tölum aðeins ríkisstjórnarsambandið. Núna er réttrúna kirkju mannréttindastofnunina Woke, ruglstjórnin farin sem betur fer. Atvinnulífsflokkurinn er tekin við og Kristrún náttúrulega leiðir hann. Við vitum alveg að stöðnunarstjórnin er farin. Erum við ekki núna að fara að sjá atvinnulífsstjórnina taka þetta og færa okkur til betri vegar? Þetta er náttúrulega eins og stundum hjá það svolítið hlaðið sko allt saman. En þegar við erum að þetta er dálítið merkilegt að við vorum að tala verðmætasköpun bara í upphafi samtals, við vorum að tala verðmætasköpun og kannski skort á skilningi af verðmætasköpun. Mér fannst samt kosningarnar að fara þannig að svona þeir sem skeyttu minnst verðmætasköpunina bara hlutu ekki mikið brautagengi í þessum þingkosningum og sko þessi samfylking Kristrúnar, það er ákveðin viðleitni til þess að svona horfa líka allavega dálítið kannski meira á verðmætasköpun. Það er bara Jóhann Páll sem ætlar í mikla orkuuppbyggingu og við bara erum til í. Við erum náttúrulega bara tilbúin að vinna með hverjum sem er, þetta er ekkit spurning einhverja flokka eða eitthvað fólk sko. Ég meina, ef að fólk er til í setja verðmætasköpun á hotinn þá bara erum við til í það. Ég meina, við erum svona kíkt á þessa yfirlýsingu, þessa stefnu yfirlýsingu sem að hefur verið gefin út og ég getur bara sagt það er ýmislegt sem að við erum bara spennt fyrir og getum bara unnið góðu samstarfi við stjórnvöld. Það er líka annað sem við höfum svona pínu ágjur af eins og ég var að tala sko, þessu umræðum auðlindamáluna alla sko, svona kannski eitt stærsta dæmi. Mér finnst auðvitað kannski líka mikilvægt að ég meina við erum náttúrulega bara að gefa þessari ríkisstjórn tækifæri til þess að sýna hvað þessi býr og og náttúrulega vera að kalla eftir hagræðingartillögum og allir og amma er búin að setja. Voruð þið búin að senda eitthvað? Nei, við erum að hlaða eitt. Við erum að hlaða í eina svakalega umsögn og ég ætla svo sem ekki að úttala mig efni hennar hér en jú, við erum svo sem í flestum okkar fjárlaga umsögnum og fjármála áætlana umsögnum hefur svona verið að leggja áherslu á halda eftir af útgjöldunum og hagræða og það eru auðvitað bara ýmis tækifæri til þess eins og maður sér náttúrulega bara í þessum sko magna að lesa í gegnum margar af þessum umsögnum því að þannig í sumum tilvikum fólk bara á staðnum bara on the ground eins og ef maður á að sletta sem er að benda á ýmislegt sem á betur fara og ég bara segi hlusta á þetta og skoða þetta alvöru þegar fólk er að benda á eitthvað svona þetta bara mikið verkefni, það er mikill halli og það þarf að ná hana niður og við skattar eru mjög háar á Íslandi þannig að við höfum það er ekkert mikið svigrúm til þess að fara einhverja skattahækkanir nema að það bara komi beintnir á verðmætasköpuninni. Það er svo fyndið, þau eru eiginlega búin að sko segja Þorgerður sagði Kristrún og Inga sögðu skattar verða ekki hækkaðar á almenning og fyrirtækjaeigendur eru náttúrulega ekki almenningur en svo kom Þorgerður og sagði í yfirlýsingunni skattar verða ekki hækkaðar á fyrirtæki þannig að það var einhvern veginn upptalið svolítið svona skatta þeir svona þar sem það er að sækja skattana og ég einhvern veginn hugsaði bara vá, það er svolítið svakalegt að þið skulið sko fara úr vegi út af því að Þorgerður fór með þessa ræðu og mér varst það lang áhugaverðast þegar þið voru með þessa yfirlýsingu að hún lúðraði svolítið í þetta bara skatta verðið bara ekkert hækkaðir og ég út af því að sko þetta er ekki bara Bubbi á Reykjanesi að segja þetta á einhverju fundi og er svo falinn út kosningabaráttuna. Þetta er Þorgerður að segja þetta í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, fyrstu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar.
ég einhvern veginn hugsaði bara, ok, þetta er áhugavert út af því að svo þurfum við náttúrulega líka að huga að því þau eru búin að lofa öllum andskotanum sko. Já, það er hérna En verður það hægt sko, út af því að þú ert í forsvari fyrir atvinnulífið. Já, Er hægt að, heldur þú að þetta sé hægt út af því að þú segir hérna, já, við erum alveg til í að hérna dansa svolítið og við erum bara til í að taka þátt í að vinna að góðum verkum, svona eins og Sigmundur Davíð segir þetta alltaf líka, að góðum verkum. já. Og hérna, sko, telur það að sé hægt að auka verðmætasköpun þannig að sé hægt að standa undir þessum svona fjárútlátum sem að hefur svolítið verið talað um. Sko, ég held að það sé óhjákvæmilegt að fara í einhvers konar hagræðingu á einhverju leyti hjá ríkinu. Ég held hins vegar, sko, jú, það er auðvitað mikið tækifæri í verðmætasköpun á Íslandi, bara í mjög mörgum greinum og greinir svo hugverkaðina er náttúrulega að vaksa mjög hratt og hérna, svo erum við fiskeldið og náttúrulega ferðaþjónustuna og svo náttúrulega núna getum við fengið vindorkuna inn í kerfið og sést bara mikið vöxt í sko hérna lyfja hérna framleiðslu og svona hugverkum í tengdum þeimiðina bara, það er bara ótrúlega tækifæri þannig að já, ég held að setja ná töluverðum árangri með verðmætasköpun til þess að standa undir já, allan við því að ná niður hallanum getur við sagt, ég meina svo fer það eftir hvaða sko, það var náttúrulega töluvert greinilega samið þessu útgjöld sko, það var kannski ekki hægt alveg að lesa úr þessari stefnuyfirlýsingu hvað svona raunverulega á að gera sko, með þessu útgjöld og hvað ekki sko. Ég meina það gæti verið mjög mikil og gæti verið kannski svona hófstiltari ég meina ef menn ætla að fara svona í svona ítrustu sko kröfur og hugmyndir að þá er mjög erfitt að standa undir því sko svona einhver hófstiltari skref já það get alveg gengið Finnst ekki líka einhvers konar viðhorfsbreytingu? Ég er nefnilega sko ég pælti fiskeldi mjög mikið Já. Ég var alltaf á móti fiskeldi Af hverju? Og bara út af því að ég var svolítið búinn að kaupa þetta að þetta væri að eyðileggja firðina að þetta væri dýraníð að þetta væri norskt eignarhald og þar af leiðandi var enginn annar að græða á þessu og þetta væri hræðilegir útlendingar sem væru að í rauninni traðka á okkar hérna náttúru og allt það og ég var bara ginnkeyptur fyrir þessu svo fór ég að skoða þetta rosalega mikið sérstaklega eftir að hún hérna Veiga hérna kajakaði út hérna fór að taka myndir af þessu Já, þannig að slysinu sem varði í Tálknafirði þar sem að var vissulega komin lús og mér finnst reyndar sko margir þannig á Vestfjörðum þurfa aðeins að rífa sig í gang gagnvart því að passa upp á bæði lúsasmitt og líka gagnvart hérna því að LED-ljósin séu lægið þannig að fiskarnir verði ekki kynþroska já, en óháð því að þá er þetta það mikil sko verðmætasköpun að mér finnst umræðan hafa verið svolítið svona eins og að ef að riða kemur upp á einhverjum bóndabæ að þá værum við bara að tala um það að við ættum að útrýma lambastofnunum að eilífu og gera aldrei neitt í þessu og ég er ekki það er áhuga að vera líking sko Já, en ég og sko, mér finnst bara hagsmunir fiskeldisins hafa verið varðir ömurlega af þeim sem hafa talað um þetta. Mér finnst alveg talsmenn hafa verið, það var leiðum mér að segja, svolítið pathetic í því að tala fyrir hagsmunum fiskeldisins út af því að þetta er sko, út af því að Kristján var alltaf að tala um hérna, já, nei, sko, í Noregi er allt í lagi að sé tap á rekstri hérna fiskeldis eða hérna fisk útgerðarfyrirtæki eða hvað sem þetta er hérna út af því að það er byggðamál Já, þannig ertu með gríðarlega sterkt byggðarmál fyrir hendi og gríðarlega mikla verðmætasköpun ofan á það já og hérna, en mér veist eins og segi, talsmenn hafa verið hræðilegir í því að ná svona utan þessa umræðu út af því að það er bara ímynd flestra er bara að það sé bara hérna er bara einhver frábæra manneskja sem að fer einu sinni til tvisvar út á land á ári og fer og skoðar fjörðinn sér svo glitta í eitthvað ljós og einhvern smá hring sem hefur engin áhrif á sjónarspili og hún er að fara að rökraða við mann sem að tala fyrir dýraníð en svona er umræðan um þetta og ég hef núna reynt aðeins að koma fiskeldismálum á dagskrá aðeins en þetta er bara, ég meira að tala við sko hægri sinnuðustu vinni minna og þeir bara, nei, þú getur ekki verið að tala fyrir þessu
þeir vilja fara að taka með einhverja svona dellu hugmyndir það að þetta sé að breyta genamengi íslenska fisksins svo að þeir geti farið í einhverjum 300.000 króna vöðlum með ljót sólgleru og félagunum sínum á eitthvað fyllir í að taka asnalega mynd talandi dýraníð pína fiskinn í klukkutíma til að taka mynd á honum og leysa hann svo aftur út og þeir bara, já nei, það náttúrulega hræðilegt að einhverju séu bara í fiskeldismálum og ég bara, já, ég segi náttúrulega bara KJ, eða haltu KJ en ertu ósammála mér að hagsmunir fiskeldisfyrirtækjanna hafa verið, já, þetta hefur verið kynnt nægilega vel fyrir almenningi? Það alltaf álitin spurning, mér finnst samt, og sérstaklega, upp á síðkasti finnst mér, eins og SFS hafa verið með mjög, öfluga hagsmunagæslu, og svona verið einmitt að kynna það, tekur, því að það er frægt að bera þetta saman við Noreg til dæmis, ef þessi fyrirtæki sem eru hér, með þessi starfsemi sem eru hér væru í Noreg, þá væru til dæmis að greiða miklu minni gjöld til, norska ríkisins, heldur en, ég held að sé 8-falt, þetta er svona gríðalegur, munur. Þannig mér hefur fundist svona þau vera að setja fram áhugaverða og svona leiðrétta ýmislegt sem að er svona kannski dálítið ruglað í umræðinu, en ég veit ekki hvort að menn hafa haft bara ímyndunaraflið í menn myndu hjóla svona hart í þetta, ég bara átta mikið á því að mér finnst þetta þetta er svo gríðarlega lyftistöng sérstaklega fyrir þessa staði þar sem þetta það sem hefur verið að þessi starfsemi og mér minnir eins og það hafi verið bara núna í ár eða í fyrra það sem að það til dæmis ekki verið menn hafa ekki fundið neina svona sleppingar það sem hefur ratað upp í ár þannig að það augljóst að þú veist, það verið að gera ýmislegt til þess að koma til móts við þessi sjónarmið og menn eru kannski svona líka bara að læra á það líka að svona koma til móts við sjónarmiðin og koma í veg fyrir svona alls konar sem að þetta er náttúrulega ungur iðnaður og við þurfum svolítið, þú veist, mér var náttúrulega ekki fengið að njóta vafans í að neinu leiti og þetta hefur verið reynt áður fiskeldi á Íslandi og það tókst svona frekar illa en nú virðist þetta vera þorskeldi og fleira nú virðist þetta vera að takast og bara það er frábært og við sem tala fyrir verðmætasköpunni bara tökum það til okkar að gera kannski betur Já, út af því að þú veist alveg líka, ég var að tala við framkvæmdastjóra eins fiskeldisfyrirtæki hér á landi sem að eru líka reyndar í öðrum rekstri en þeir eru mikið í fiskeldismálunum og hann sagði við mig bara, þegar ég fer til Reykjavíkur það var allt annað, bara eins og við komum að sinna bara landsbyggðar, attitútið og ég tók fund með þessum manni og ég var eitthvað að ræða við hann og hann var að segja við mig að þegar hann fer til Reykjavíkur þá sleppir hann í að segja fólki að hann sé að vinna í fiskeldismálum og ég sagði bara, já, ég skildi bara ágætlega og ég tala við fleira fólk sem er í fiskeldismálunum og þeir segja þér unnið það sama bara að umræður á höfuðborgarsvæðinu og þú þekkir þetta alveg, ég meina það þegar þú ræðir eitthvað fiskeldi við svona manneski sem kannski ekkert mikið að pæla í þessu þá snýst þetta ekkert verðmætasköpun það snýst bara það að það sé einhverjir vondir norðmenn að ræna þig Við erum að tala verðmætasköpun Já, algjörlega og ég meni ég velti fyrir mér er þetta eitthvað partur af þessu er þetta bara eitthvað falla fjarlægð þú veist, eins og við vorum að ræða á þann með hvaðan kemur rafmagnið og hvaðan kemur hvaðan koma verðmætningum og hraðbankanum eða þú veist ekki það ég svo mótir hraðböngum eða eitthvað svoleiðis Nei, ég skil hvað menn en þetta er líka þetta verið Já, þetta er mér finnst þurfa að verða ákveðin svona skil í umræðum sérstaklega, ég held að fyrsta skrefið væri að og þegar ég horfa á þetta til 30 ára hvernig verður lífið til 30 ára og ég held að ef við búum til meira eldmóðskvetjandi fyrirkomulag þar sem að fólk má vera stolt af því hver það er og bara má vera svona með ákveðna ímyndum það að þeirra vegferð muni koma til með að bæta lífsskilyrði þeirra sem er ekki einu sinni fættir í dag samhliða því náttúrulega að við látum litlu gula hænuna vera skyldulestur á hverju ári ég held að margt myndi horfa til betri vegar bara að fólk fái almennan skilning á því hvað þurfa að vera fyrir hendi
eins og við erum búin að ræða með í þessari bók til þess að lífskjör batni ekki bara fyrir þig heldur fyrir barnana þína og ég held að eins og segja litla gula hænan væri frábær skyldulesning og að fólk myndi fá ákveðin skilning á því sko því að það sem þeir ræða mjög mikið í þessari bók og það er rætt í öðrum svona bókum það sem er verið að tala það svona hvaða félagslegu aðstæður þurfa að vera fyrir hendi að þá eru það óskrifaða reglur sem að eru líka mótaðar af menningunni á hverjum tíma það hvernig við bregðumst við og auðvitað eru ákveðnar óskrifaðar reglur sem hafa verið hræðilegar í gennum tíðina en aftur á móti þá eru þar óskrifaðar reglur sem að við erum með í dag í flestum tilfellum eitthvað sem er undirstaða þess að við höfum það gott ótrúlega fyndið þegar maður fellum bara til Indlands eða eitthvað að þá er það fullt af hlutum og hvernig þú bregst við mismunandi aðstæðum er eitthvað sem að sko, þú myndir bara telja sjálfsagt á Íslandi að þú gerir þetta svona en er bara alveg þveröfugt á Indlandi og þess vegna hef ég verið að tala mikið svona menningarmál talað svona ég og Brynjar Níelsson töluðum fjölmenningu og þá erum við samt að gefa upp á bátinn ákveðin svona hugrenningatengsl gagnvart í að þessar óskráðu reglur sem við höfum verið með á hverjum tíma hafi verið til þess að verðmætasköpun var til ég hef til dæmis talað á Indlandi og það var svo alltaf já, neini, þetta er náttúrulega bara hatur gagnvart einhverjum hópum að tala það að sé vont að hafa fjölmenningu þá segir alltaf, ok, ég elska að vera á Indlandi ég elska að vera á Indlandi mér líður mjög vel á Indlandi, ég hef farið hana 3 sinnum, ég hef 1 árið af mínu lífið hana og ég hef komist aðeins í kynni við heiðurstengt mál og heiðurstengt svona ofbeldismál og annan viðbjóð og ég hata það við indverska menningu að heiðurstengt ofbeldi sé eðlilegt fyrirbæri að til dæmis eins og þegar konum er nauðgað þær byrja barna að brjósti að þá þurfum við fjölskyldan að losa sig við þau út af því að þær eru of ungar og þær eru ekki kvæntar og það þurfum við að úthýsa þeim út úr samfélaginu ég hata þetta við indverska menningu ég hata heiðurstengt ofbeldi gagnvart konum indverska menningu ég hata ekki Indverja og þegar maður er að ræða þessi mál þá er svo skrítið og eins og ég tengi þetta aftur við verðmætasköpunina það að við séum einhvern veginn að sko móta okkur að svona öðruvísi gildum sérstaklega hvað varðar verðmætasköpun og það hvernig við eins og þú varst að tala áðan umræðina að það eigi að vera ákveðin svona tortryggni gagnvart því þegar einhver er að hagnast tortryggni gagnvart því að einhver sé að tranna sér fram út af því að ef hann fer að græða á því að þá mun hann sjálfkrafa vera svona einhver sem er svona að stela af mér Já, mér finnst sko það er endar sko, mér finnst það er svo margþætt sko hver afstæða fólks raunverulega er til dæmis eins og við erum að ræða fiskeldi áðan og stundum hafa menn gert sér mat úr ferðaþjónustunum sem við bara algjörlega ómögulega og hitt og þetta svo þegar hún fór í COVID til dæmis sko, bara hvarf og augabræði að sko það var engin ánægð með það sko þannig að það er svona ég veit ekki, stundum kannski hefur einhver hluti fólks upp háværari sko yfirlýsingar heldur en að þeim raunverulega finnst sko ef að hólminn er komið sko ég meina einhverjir geta verið með mjög háværa yfirlýsingar til dæmis fiskeldi sko svo að ef það er stæður raunverulega frammi fyrir því að herðu við ætlum bara að loka búlinu sko þetta er bara ekki að ganga og eitthvað finnst við vera bara algjörlega ómögulega og eitthvað svona sko Herðu, frábært dæmi þetta var bara daginn þegar Efling var með einhvers konar herferð fyrir utan Ítalíu út af því að hann átti að hafa stólið einhverju launum en ég veit ekki það mál en hann átti allavega að hafa einhverju ósáttir aðilar sem hafa verið að vinna hjá honum og sko starfsmenninni grát báðu Eflingum að hætta þau bara nei við erum í einhverju heilari baráttu sko endaði með því allir mistu vinnuna út af því og það er þetta sem ég finnst líka þurfa að ná ákveðið mikið á dagskrá sko er að þessi tortryggni hefur eins og Thomas Sowell segir sko þá þrátt verið það og sért með einhver fögur fyrirheit að þá og að það sé kannski gaman að hlæja þessu að þá hefur þetta
raunverulega áhrif. Já, og það kom nú fram á fundi samtaka fjármálafyrirtækja sem við heldum með samtökum fjármálafyrirtækja fyrir kosningar sko, bara að umræðan hefur í raun og veru neikvæð áhrif á rekstrarumhverfi bankana sko, og fjármögnunarkerfið þeirra hérlendi sko. Árið að að stela okkur. Það náttúrulega sko, það þessi umræða skilur sem að síðan þá fólk í raun og veru sko, svo þarf að taka lán og það búið að láta gammi gesa og nei, ég segi þetta bara svona en við þurfum náttúrulega að hugsa og tjá okkur þessi mál af einhverju ábyrgð sko, því að við erum farin að hafa þannig orðræðu og umræðu bara fjármálafyrirtæki að það bara skaði í raun og veru bara starfsskilyrði þeirra. Það náttúrulega ekki, vill fólk það ekki held ég. Nei, en svo þetta líka bara það ekki, svo kannski þetta kannski barnalegt hjá okkur að vera að hafa ágjörð af þessu, en mér finnst það aftur á móti ekki út af því eins og þú segir og réttilega þetta skaðar hlutina á svo víðtækum sviðum, en aftur á móti svo við tökum líka kannski bara orkumálin að þegar að SA gerði rannsókn á því hversu margir væru andvígir aukinu orkunótkun sem náttúrulega sko, það vorum að tala forspárgildi áðan, forspárgildi þessa mikla orku og mikla velmegun en bara alveg bara háls í háls eins og kanninn myndi segja að að þá var bara eitthvað 2,89% þeirra sem að kusu að þeir voru á móti aukinu orkunýtingu. Samt sko, og eins og ég fjallaði þetta í þætti fyrir skömmu að umræðan einhvern veginn þannig sko að til þess að við fáum almennilega út umfjöllun þetta hjá til dæmis RÚV að þá einn með og einn á móti. Já, það stundum. Eða þá bara þeir sem eru á móti og maður einhvern veginn bara þetta 3% þjóðarinnar sem á þessu máli og ég held reyndar að ef það kemur upp raunverulega orkuskortur að þá myndi þessi 3% allt í hennu fara að vera með. Ég var á Vestfjörðum jólin og á aðfangadag þá sló út rafmagninu og ég hugsaði bara, ok, rafmagn það sem heldur á okkur hita ef að þetta til lengri tíma í 12 stiga frostinu að þá eru bara komin í hættulegar aðstæður. Já. Þannig að eins og þú veist, þetta náttúrulega höfuðborgarsvæðis umtal en þetta samt alveg sko eins og segi verðmætasköpun og orkumál bara eru algjörlega samtengt fyrirbæri. Bara 100% og blessunlega núna og þetta það sem ég, þú veist, þetta sá angi af umræðinu sem ég ánægð með og svona þessari stöðu að maður sér sko núna eru þessi sko 3% hægt að stýra kannski orkumálunum á Íslandi sko bara, þú veist, það hefur bara náttúrulega verið rosaleg stöðnun að kyrsta það sko í þessum málum til lengri tíma það var. Núna erum við bara komið með virðist vera nokkuð sko þverpólitíska sátt á þinginu til dæmis það bara, við þurfum bara að spýta þessi lófana, við þurfum að gera eitthvað það vantar, það fyrir sig að það muni vanta orku og og þarna erum við að sjá svona ákveðin árangur finnst mér og ákveðin skilning á mikilvægi verðmætasköpunar og þannig að sko þegar maður ræður afstöðu fólks og hún svo marglaga sko, þú veist, og bara frábært að sjá að hvað komið í raun og veru sko mikil skilningur á mikilvægi þessarar verðmætasköpunar og mikilvægi hennar fyrir aðra verðmætasköpun svo í framhaldinu sko og það bara nú bara eru auðvitað sko þurfum að sjá náttúrulega líka efndir í þessu þetta auðveldara sagt en gert með það reglu og leyfisveitinga fyrirkomulega sem komið upp í þessu málflokki að þá er auðveldara að segja bara já ég ætla bara virki helling sko en þú þarft svolítið pólitískt afl og Já, Jóhann Páll var að hnýta í gulla núna bara í held ég bítinu í morgun sem hann sagði að hann hafi ekki skilið seinagangin í þessu hjá hann Já, ok ég bara fagna því að menn keppist það hver getur náð mestum árangri að tryggja
tryggja okkur orku fyrir orkuskiptin og hérna, nú erum við komið með 2 virkjanir sem er í raun og veru búið að svona afgreiða eins og við segjum. Það eru hérna Hvammsvirkjun og Búrfellslundur og hérna, nú bara hérna tekið Jóhann Pál á orðinu, ég bara hef trú á honum og hann sé hérna, hann er keppnismaður held ég, þannig að hérna, nú bara hlakka ég til að sjá hversu mikið hérna mikið hann er að afgreiða á næsta árum og aðstofa við það sko, ef eitthvað er hægt að gera sko. Já, það er sérstaklega að við erum alltaf að tala um það, þurfum við eitthvað að bæta úr hérna iðnaðinum og fleira þar fram til götunum, þá þurfum við náttúrulega orkuna og við þurfum að rífa okkur í gangreyndar á mörgum sviðum, en ég held eins og segi, þetta horfir til betri ver. Það er að verða hugarfarsbreyting, sko réttrúnaðurinn sem hann alltaf hélt öllu niðri, sem hann gat haldið niðri, sem var mjög miklu meira heldur en ég til að hérna fólk almennt gerir sig grein fyrir. Þannig að við, eins og segi, við förum bara jákvæðar út í daginn. Hérna, Ísak Rúnarsson, takk aðeinslega fyrir að koma og þangað til næst. Takk fyrir mig.